Rjóminn engu líkur. Gott í matinn frá MS. Og það mér mikil hjartarslýja að ég skulle vera staddur á Eddu í Paradís þar sem Ingólfur Jónsson var mikill íhaldsborgur og alltaf einmissaldið í mér íhaldið þó ég sé framsóknarmaður að Guðs náð en íhaldið blómstrar alltaf í mér. Ævintýrin gerast á Suðurlandi, fylgist með þættinum á sunnan. Og það verður engin svikin að því segjum við í fullri hógværð. En ævintýri þessa þáttar tengjast fjallkonunni sem hefur sest að í fallegu húsi á Selfossi, Grímsnesinu góða og Grafningshreppi, fjölmennasta þorrablóti Suðurlands og listinni að lifa lífinu fallega. Við byrjum í Hveragerði. Ilmurinn berst upp á Kambabrún og lokkar okkur að húsi við Heiðarbrún þar sem við hittum hjónin Sigríði Kristjánsdóttur og Gústaf S. Jónasson, Siggu og Gústa. Ég bara sett lítir af mjólk og egg og matasóta og vaniludropa. Svo stilli ég ekki alveg fullan hita. Og 400 uglur sem að tengjast því að þegar Sigga fór í sína gilvelþjálfun í skátunum, lenti hún í ugluflokki. Og þegar ég var búið með þetta nám mitt, að þá gaf Gústi mér fyrstu ugluna. Að því nú væri ég orðin ugla. Og í framhaldi að því, einhverju seinna gaf einn sonur minn mér aðra uglu. Og fljótlega eftir þá kom þriðja uglan. Og þá sagði ég, hei, ég er bara fann að safna uglum. Og þar með var ég fann að safna uglum og ætli það sé ekki að verða. Já, ég veit ekki, 15-20 ár síðan þetta var sko. Þetta er hann Óskar. Og hann kom í fyrra og hann kom frá Miklagljúfri. Við ferðuðumst þar og þá sá ég þennan þar inn í búð og ég náttúrulega bara, Gústi, ég verð að kaupa þennan. Og fór með hann á borðinu og þá byrja konurnar bara í afgreiðslunni að æpa, Óskar, Óskar. Og ég segi, does he have a name? Yes, Óskar. Og he is leaving, öskraði hún. Ég segi, já, ég ætla með hann til Íslands. He is going to Iceland, Óskar is going to Iceland. Og svo fór Óskar til Íslands og hann var náttúrulega handlegg mínum bara alla leiðina það sem eftir að ferðar og blikkaði fólkið og var með. Já, Óskar kom frá Miklagljúfri og er ekki sá eini utan úr heimi sem hefur dvalið á heimilinu. Draumurinn að ferðast var fjarlægur fyrstu búskaparár þeirra Siggu og Gústa. Heimili var stórt og lítið afgangs svo þau gripu til þess ráðs að taka 10 skiptinema allstaðar að úr heiminum. Fá heiminn til sín fyrst ekki var hægt að ferðast sjálfur. En svo kom að því að þau fóru að flakka sjálf. Svo fóru börnin að fara heiman og við heldum bara áfram að vera aðhaldssöm og sparsöm og þá allt í einu var þetta peningur. Við bara fórum að ferðast fyrir það og það eru svona, ætla sé ekki að verða 12 ár síðan, 2002 held ég. Veistu hvað þið eru búin að fara til margra landa? Ég held við séu komin yfir 30. Það er yfir 30 lönd og við erum búin að ferðast mikið Suður-Ameríku, búin að taka mörg lönd þar, við komum með 3 eða 4 í Afríku og Asíulöndin eru við búin að taka þó nokkuð líka, pluss náttúrulega Evrópu svolítið. Við byrjuðum eiginlega í Evrópu, svo segjum við ætlum að taka það svona seinna þegar þurfum að hægja á okkur og fara á róli og við höfum aldrei farið á sólarströnd, ég hef aldrei komið til Spánar eða Portugal eða Kanarí eða neitt svona sko. Ég ætla að eiga það inni. Ég ætla að fara það þegar þurfum ekki að fljúga 14 tíma eins og síðast. Það var dálítið langt og strempið. En þetta er bara gaman að ferðast svona. Nú er kannski ekki sanngjarnt að biðja þig að sko, gera upp á milli landana sem þið hafið farið til, en er eitthvað sem stendur upp úr? Af þessu löndum.
Fyrsta ferðin okkar saman var til Kína og það var náttúrulega alveg ofboðslegt ævintýr. Við vorum í tæpar 3 vikur. Það var rosalega gaman og eftirminnilegt á allan hátt og lítill hópur sem kynntist vel. Næst fórum við til Ekvador og fórum út í Galapagoseyjar og þvílíkur draumur. Það náttúrulega gleymist aldrei og þetta eitthvað sem var búin að sjá í sjónvarpinu í svo mörg ár og langaði svo að gera og komast svo út í Galapagoseyja, það bara æðislegt. Svo höfum við ferðast og ein ferðin enn sem stendur upp úr þar þegar við fórum til Eþíópíu. Ferðuðumst alla Eþíópíu, bæði norðurhlutann og suðurhlutann og heimsóttum hina ýmsu þjóðflokka. Það var mjög skemmtilegt og góður og skemmtilegu fararstjóri með okkur sem þekkti allt og hafði búið þarna lengi. Þannig að það var algjört ævintýri líka. Og svo á auðvitað hver ferð sinn sjarma og þegar þau voru á ferð í Utah gat Gústi ekki stillt sig að grípa aðeins í pönnukökubaksturinn. Mér fannst það svo klaufalegir þar ég tók að við ráðinn og fór að baka fyrir það. Og á hverju voru þeir að klikka? Þeir voru nú búin að eyðileggja eina pönnu með því að þvo hana með sápu og skrúpa. Ég trúi þér ekki. Sem alls ekki má náttúrulega. Nei. Ég þurrka aldrei feitin af pönnunni sko. Og þið eigið þetta áhugamál algjörlega saman? Já, Gústi var svolítið erfiður í taumi til að byrja með. Þangað til ég pantaði mig ferð og sagði Gústi, ég ætla að fara í þessa ferð og ég hringdi hann í vinnuna og sagði, viltu svara mér hádegi hvort þú ætla með eða ekki? Ef þú ferð ekki, þá ætla ég bara að fara einn, annars pantaði ég 2 manna herbergi. Og hann kom heim í hádeginu og hann ákvað að fara með. Og síðan finnur hann ferðin og hann ekki síður áhugasamur. Já, ég var eitthvað dapur. Hlýðað mér varst að þetta gera eitthvað annað við peningana. En það breyttist. Manstu þennan morgun? Manstu hvað þú varst að hugsa þennan morgun þegar þið voru settir þessir afarkosti? Nei, ég man það ekki. En ég játti því og sé ekki eftir. Þau Sigga og Gústi eru einstaklega samhent. Þau eiga ferðaáhugann sameiginlegan, prjóna saman peysur, sokka og vettlinga og svo hafa þau bæði brennandi áhuga á umhverfismálum og það er ekki óalgengt að sjá þau tína upp rusl á leið sinni bæinn. Og maður getur ekki breytt neinum öðrum í sjálfu sér en maður getur verið fyrirmynd kannski fyrir einhvern annan. Og þeir sjá hvað maður gerir og ef maður er ekki feiminn að beygja sig niður eftir rusli, þá kannski verður næsti heldur ekkert feiminn við það. Ég get ekki skipað neinum öðrum að beygja sig niður og tína upp rusl en mér er alveg sama. Ég labba bara og segja ég tíni 10 rusli hverju ferð eða kannski bara 3 en allt í lagi. Það fyrir næsta rusladall bara. Næsta ferðalag er þegar ákveðið. Þau ætla að kíkja á ópíumræktina í norður Tælandi, sigla á Mekongfljótinu og freista þess að komast í SOS barnaþorp í Kambódíu og heimsækja eitt af SOS börnunum sínum. Við eigum 3 börn, SOS börn og þegar maður ferðast svona og þá sér maður hvað við höfum það rosalega gott. Svo kemur maður bara heim og mér langar að taka SOS barn í hverju landi sem ég fer til en það er náttúrulega ekki hægt. En við eigum allavega 3 og við höfum náð að heimsækja einn í Ekvador og nú ætlum við að heimsækja strákinn okkar í Kambódíu. Og hvenær er brottför? Byrjun október. En við ætlum nú áður reyndar aðeins að skreppa til Frakklands og fara í hjólaferð. Í vor. Já, það er snemmi vor. Það er snemmi vor. Og svo byrja að æfa? Já. Nei. Ég fæ rafmagnshjól. Sjálf fjallkonan hefur sest að í gömlu fallegu húsi á Selfossi. Þar tekur hún brosandi á móti gestum og býður upp á dýrindi sælkeravörur. Þetta byrjaði bara sem hugmynd. Svo góð hugmynd að hún bara varð að verða veruleika. Það var bara ekki hægt annað en að hrinda henni í framkvæmd. Og hvernig var hún svona í upphafi? Sko hún var, það er svo merkilegt, ég var einmitt að glugga daginn í svona einhver plögg og einhver skjöl og einhverja viðskipta áætlun sem maður var að gera svona leika sér að í byrjun og ég held bara að við hefum bara látið þetta allt eiginlega verða veruleika sko. Þessar hugmyndir sem við höfðum. Það var bara þetta væri búð þar sem það væri bara sérstök stemming og andrúmsloft
og væri þægilegt að koma inn og það sem viðmótið væri gott og þægilegt og það sem væri samansafn af sælgera vöru úr héraði, svona áherslan á vöru úr héraði, en samt líka með ýmsu sem að kemur, ýmsu framandi, ýmsu sem að við þurfum að sækja annað, þannig við erum ekki bara með íslenskt. Við reynum bara að búa til eitthvað úr því sem fallegt og gott og úr eitthvað sem við vitum hvaðan kemur, sko. Það skiptir svo miklu máli. Talandi hvaðan hlutinni koma, hvaðan koma uppskriftirnar? Það koma bara úr kollinum á okkur. Og gengur þetta alltaf upp í fyrstu tilraun? Nei, ég sagði það aldrei. Við heldum að þetta væri kannski svona, þetta væri mjög auðvelt. Hvað ekkert mál að búa til einhverja sultu og búa til einhvern mat? Ekkert mál. Svo kemur kannski ljós, það var kannski ekki sniðugt að setja perur í þetta, þær verða svo mjúkar, eða þær geymast ekki vel, eða þið veitir hvernig, þær verða brúnar, eða sko, þú veist, svo þarf maður að læra svo margt, maður lærir á vöruna, sko, á hráefnið. Þetta gengur ekkert allt saman og svona. En ég held nú, nei, þú veist að, ég held nú bara flest hafi nú bara verið alveg ágætt. Eldpiparsultan, salutin með byggi úr Birtingarholti, rabbappið og hrossabjúgun úr Hólstaðahelli eru á vinsældalista viðskiptavinnanna að ógleymdum biblíukökunum sem að má auðvitað rekja beint til séra Sigrúnar. Biblían nú reyndar ekki rík af uppskrift og það ein frekar ónákvæm súpuuppskrift en það ofboðslega mikið talað mat og veislur og það svo gaman að reyna að fanga stemninguna, sko. Og muna þetta, þegar við setjum saman og borðum góða mat, þá líður okkur svo vel og þá erum við svo glöð. Og hráefnið var til á þessum slóðum. Allt það sem í þessari köku, möndlur til dæmis og rúsínur, eru á þessum slóðum og mjög framandi krydd og hunang. En svo líka íslensk krækiberasaft, full af andófsefnum, þannig að þetta svona góð blanda, góð fita í möndlunum, gott andófsefni og þetta er bara svona góð næring og holl, eins og biblíumaturinn þetta konsept þetta er svona hreinn, góður matur og það er svo gaman líka að vera svolítið kreatífur, sko, eins og við höfum reynt að vera í búðinni, að nota þetta sem er svona framandi en muna við þurfum ekki alltaf að vera langt, sko. Við höfum náttúrulega æðislega matarkistu hér og einhvern veginn samkrulli verður svo skemmtilegt, það minnir okkur á bara fjölmenninguna líka sem er eitthvað sem skiptir máli líka. Það voru mágkonurnar Elín Una og Sigrún sem áttu þennan sameiginlega draum sem þær létu rætast og nú nýverið bættist svo þriðja í hópinn. Það byrja nú bara þannig að ég er nú bara fastakúnni hér í búðinni og bara alveg elska þessa búð og það sem að hún stendur fyrir og var bara alltaf með annan fótinn og svo er ég bara ráðin í vinnu og ég byrja að vinna hérna bara svona eins og bara starfsmaður á plani og þá bara kemur það í ljós hvað við þrjár bara náum vel saman, ég og Elín Una og hún Sigrún og við bara, þannig bara byrja hlutinir og þetta verður bara alltaf stærra og meira og þangað til að þær og ég, við bara ákveðum það að taka höndin saman og vera þrjár með þetta. Við sem sagt byrjum hérna bara, erum nýbyrjar að vera hérna með súpu og salat og heilsusafa sem að við bara pressum sjálfar og alltaf besta hráefnið og salatið úr íslensku byggi og svona og þetta er eitthvað sem fólk getur tekið með sér og gripið með sér og hefur vakið mikla lukku að fólk er að notfæra sér þetta og þetta vantaði líka svolítið á svæðinu að fólk geti komið og fengið eitthvað svona bara hollt og gott og gripið það með sér þá bara í vinnuna eða heim. Við erum sveitabúð með tvisti. Smart sveitabúð. Smart sveitabúð, akkurat. Ingólfsfjall, Búrfell, Hlöðufell, Skjaldbreiður, Lyngdalsheiði. Við erum sest á skólabekk og á stundarskráni stendur átthagafræði. Kennarinn okkar er Guðfinna Ragnarsdóttir og áttagarnir Grímsnes og Grafningshreppur. Já, það nú eiginlega ekki hægt að byrja á öðru heldur en að
að vitna í orð Ögmundar Pálssonar sem var síðasti biskupinn í kaþólskum sið hér í Skálholti. Og hann orti gamlan húsgang sem að oft farið með. Grímsnesið góða, gullhreppar, sultartungur og svarti flói. Og ef að þetta ekki gott og fallegt, þetta yndislega landslag hér. En við vitum náttúrulega að við erum á eldgosabeltinu. Og það þýðir að hér við erum stöðugt í landrekinu. Við erum á mörkum tveggjaplatna sem að rekur til beggja átta, austurs og vesturs. Og upp vellur kvika. Og Ísland sem sagt hluti af þeim stóra hrygg sem hefur hlaðist upp á plötuskilunum. Þessi eldvirkni sem fylgir, hún fer yfir þvert Ísland. Og við erum á svokölluðu vestrabelti. Og þetta vestrabelti það hefur nú haft hægt sig lengi. En það eigi að síður ef við bara lítum í kringum okkur að þá sjáum við að allt hér með eldvirkni, eiginlega bara, eldvirkni hefur gengið hér ljósum logum, ef svo má segja. En meiri parturinn af þeim fjöllum sem að einkenna eldgosabeltin og þar á meðal Grímsnesið og nærsveitirnar, það eru svokölluð móbergsfjöll. Og við sjáum einmitt eitt slíkt hér í bakgrunninum sem Ingólfsfjallið. Og þessi móbergsfjöll, þau hlóðust upp á ísöld undir þykkum jökulskildi sem verið svona 1–2 kílómetrar að þykkt. Og stundum náði gosið upp úr jöklinum og þá rann bara hraun ofan á þessi miklu fjöll sem höfðu hlaðist upp. Og þá verður til hraunhetta eins og á Ingólfsfjallinu. Ísöldin hefst fyrir 3 milljónum ára og það á seinni stigum hennar sem að móbergsfjöllin hafa komið til. En þegar ísöldinni lauk fyrir 10.000 árum, þá hélt náttúrulega áfram að gjósa. Og þá mynduðust, og líka á hlýskeiðum ísaldarinnar, því ísöldin var ekki bara eitt samfellt jökulskeið, þetta voru 10 jökulskeið og hlýskeið á milli. Og á hlýskeiðunum og líka eftir ísöldina, þá náttúrulega gaus bara á auðu landi og þá mynduðust geysilega flott fjöll þegar bara kvikan flæddi upp í miklum hraungosum og myndaði það sem við köllum dyngjur. Frægasta dyngjan skjaldbreiður. Þetta eru flatir hraunskildir, enda skjaldbreiður, ógnar skjöldur bungubreiður, segir Jónas. Og skjaldbreiður stærsta dyngjan á Íslandi og það ótrúlega tölur sem maður hugsar það gís þar fyrir 10.000 árum og það eru 25 rúmkílómetrar af kviku sem hefur komið upp. Það eiginlega ekki hægt að hugsa sér. Það eitthvað rúmur 1 rúmkílómetri sem komin í Holuhrauninu í dag. Og þykir fólki þó nóg það? Já, og þykir fólki nóg Og skjaldbreiður, þó að hún sé einu á afrétti, þá hún í eigu Grímsnesinga. En í kringum 1890, þá hefur Grímsneshreppur makaskipti á jörðinni Kaldárhöfða, sem bara venjuleg bújörð við útfall soggsins, og á skjaldbreið, því þá vantaði afréttaland. Svo nú eiga Grímsnesinga þessa dásamlegu flottu dyngju. Nú síðan það síðasta dyngjan sem við eigum og það Lyngdalsheiðin. Og hún hérna rétt fyrir austan okkur, liggur að Apavatni og liggur að Laugavatni má segja. Og Lyngdalsheiðin, hún var til á síðasta hlýskeiði og það bara svona 100.000 ár síðan, 120.000 ár og það nú ekki langur tími í jarðfræðinni. Og hún auðvitað jökulsorfin af síðasta jöklinum og svona ekkert svona reisulega eins og skjaldbreiður. En hún á sér gríðarlega merkilega sögu. Vegna þess að austan við hana Skálholt og vestan við hana Alþingi og Þingvellir. Og í 750 ár riðu biskuparnir yfir Lyngdalsheiðina, yfir að Alþingi og tilbaka aftur og náttúrulega gríðarlega margir þingmenn sem voru að fara á Alþingi og þarna sér maður enn þann dag í dag marga troðninga, djúpt markaða í svörðin þar sem að
biskuparnir og fylgdalið þeirra hefur riðið yfir Lyngdalsheiðina. Þessar götur eru mjög vel sýnilegar enn þann dag í dag og heita náttúrulega biskupagötur. Og þarna má segja að þarna hefur sagan og hóvarnir markað spor í svörðin. Og svo nefnilega önnur gata sem að krossar biskupagöturnar og það eru bakkagöturnar. Þær liggja þvert á og þær fóru Laugardalsmenn og þeir sem bjuggu á efstu bæjunum í Tungunum. Þeir fóru þangað þegar þeir voru að fara niður á Bakka, niður á Eyrarbakka. Það var náttúrulega svo stór verslunarstaður margar aldir og þeir fóru alltaf til þess að sækja sínar vistir, þá fóru þeir bakkagöturnar. Svo að Lyngdalsheiðin, hún er svona samtvinnuð sögunni líka. Fjölmennasta þorrablótið á Suðurlandi var haldið í íþróttahúsinu á Hellu og laugardagskvöldið. Þar var mikið dýrðir, fullt út úr dyrum og allir í ekta sunnlensku sólskinsskapi. Undirbúningurinn hófst síðasta haust og var að ná hámarki þegar við kíktum á æfingu á fimmtudagskvöldið var. Hvað er þetta margar servitur sem þið eru búin að vera að brjóta hérna? Við erum komin í 130 servitur af þessu broti, svo eru þær með annar brot hérna hinum minn. Og hvað verða margar í lokin þegar allt verður nú búið? 500 servitur. Við erum náttúrulega búin að vera hittast síðan í september var fyrsti fundur. Þá þarf að ákveða hljómsveit og svoleiðis til að taka hana frá. Svo hittust við mánaðarlega eftir það og núna síðustu vikuna höfum við verið á hverju kvöldi. Við eigum von á 440 manns og svo er nefndin að auki. Þetta er náttúrulega mikið líka burtfluttir sem er að koma og fjölskyldur okkar alveg hingað héðan og þaðan og þetta er bara alls konar fólk. Maður er manns gaman Þetta er bara að safna saman ýmsum hugmyndum sem að koma hjá nefndinni og svo er bara að skrifa niður og reynda að búa til eitthvað sniðugt út úr því. Og þetta bara gengur vel og ótrúlega vel að finna eitthvað sniðugt hér úr héraðinu. Eldur! Það fer ekki að milli mála að það er hver maður sín skamt ef við getum sagt sem svo og bara undir réttu nafni. Já, við förum ekki neitt bak við eitt eða neitt og það er ekkert svona rósamál hér. Hér er bara tölu íslenska. Og já, það hefur aldrei verið neitt vandamál. Við erum með svo mikið af frjóu fólki hérna, þannig að það er aldrei neitt vandamál að finna efni. Það er frekar að reyna að sigta úr, af því við erum með allt og mikið efni alltaf. Guðni Ágústsson er skemmtilegur og hefur gaman að segja frá. Eins og til dæmis hefur þjórkunnugt að þar sem hann sá 2 tré, þá sagði hann var heill skógur, þar sem hann sá 2 hross, það var heill stóð. Ertu hérna fastagestur öll ár? Nei, ég kem bara á 6 eða 7 ára fresti. Þetta eru ákveðna götur í þorpinu og ákveðni bæir og svo spilar þetta bara. Þetta er mér minni 6 eða 7 ára fresti, 6 ára fresti held ég. Vorum að spáði hvort það verið ekki hægt að fá tólk ef við skiltum ekki hvað þetta. Eitthvað svona bara Instagramma það eða eitthvað. Við erum fært á seinni hluta síðustu aldar. Verður engin sár? Það er örsjaldan. Það er kannski verra að vera ekki tekin fyrir. Já, það er alveg bara hræðilegt. Ég hef lent í því og ég bara ætla að vona að það gerist aldrei aftur um í bíina Það sé bara 2 persónur hérna í kvöld sem er að leika sjálfa sig. Það er hótelþema hjá okkur í ár. Það er allt fullt af hótelum hérna í kringum okkur og alltaf að aukast, svo okkur fannst þetta bara alveg tilvalið efni. Hótel Strakta hefur við svona nefnt það, en þemað okkar er eiginlega Hótel Jörð. Það er okkar aðal hótel. Og það er bannað fyrir ykkur að horfa á vídeói þegar þið eru hérna niðri, þá megið þið ekki að fara að horfa á vídeó og hlæja því. Ekki vera að snúa okkur við. Bara frjósið á meðan vídeóið er. Já.
Já, þá kveðjum við hérna sunnan þessa vikuna og hittumst svo aftur í fyrir næstu. Árdegi kallar á áframlíkja sporinn. Hvað segirðu? Viltu taka þetta einu sinni enn, Kvati? Ég ætla bara að fá þig til að lalla með. Rjóminn er engu líkur. Gott í matinn frá MS.